Halleluja, Jesús. Yndisleg lofgjörðin í kvöld. Það er svo gott að koma og lyfta upp höndunum og snerta Guð. Að fá að snerta Guð er það mikilvægasta sem við getum gert fyrir trúarlífið okkar. Að fá að koma fram fyrir Guð og lyfta upp höndunum og þakka honum fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. Það veitir manni frelsi og gefur manni lausn. Ég á mig draum og minn draumur er að sjá þjóði mína horfa til Drottins. Að sjá myrkri víkja, að sjá bönd oksins rakna, að sjá keðjurnar brotna og að sjá þá sem eru bundnir vera frjálsir. Ég á mig draum að ég þrái að sjá þjóð mína líta til Drottins. Og ég er búin að þjóna Guði í rúm 5 ár og alltaf fær maður meira og meira, alltaf öðlast maður meira og meira, alltaf fær maður meira og meira skilning, meira og meira styrk og meira frelsi. Ég vil óska þess að ég geti sagt við, þú kemur þetta fram og segir já Jesú, svo er það bara engin meiri vandamál í þínu lífi. En það er sko ekki þannig. En það sé já í vandamálunum að þá á ég frið Guðs sem hann gefur mér, sem hann fyllir mig af, sem hann gefur mér lausn og gefur mér lækningu, sem hann heldur geðinu mínu góðu, sem heldur mér nálægt sannleikanum, sem heldur þunglindun í burtu frá mér, sem heldur kvíðanum og óttanum frá mér sem að tók mitt líf, sem að átti mitt líf. Einu sinni átti kvíði og ótti allt mitt líf. Ég er uppfullur að kvíða og ótta. Til að láta að líta kúl út á kölluðu það paranói eða nója. Það er ekkert kúl íslensk orðið yfir, þetta heitir ofsahræðsla. Það er rosalega kúl samt að vera gett nójaðar sko, en það er ekkert kúl við það að vera ofsahræddur. Í dag þá þarf ég ekki að berjast við ótta. Þvílík lausn. Þvílík gjöf að þurfi ekki að standa og berjast bara við það að komast í gegnum daginn. Og það á ég því að þakka að ég átti pínu lítinn vona nista, að ég átti pínu lítið mustaskorn. Ég átti pínu lítið fræ sem hét trú. Og ég fór með það litla sem ég átti, ég fór með þessa pínu litlu trú, ég var búin að reyna allt annað. Árið ég kom fram fyrir Guð, ég var búin að kaupa mér alls konar kyrðardiska og ég var búin að reyna að kyrja mig í burtu frá þessu, ég var búin að reyna allt annan að koma á 4 fætur frammi fyrir Guð og segja hér er ég, hvar er þú? Og ég átti þessa pínu litlu trú að það væri kannski smá möguleiki að Guð gæti bjarga mér frá þeim stað sem ég var komin á. Og ég vann 12 sporin í samtökum og það sem þau gerðu fyrir mig að þau byrjuðu á því að ég gaf Guði líf mitt. En svo fór ég að hreinsa veginn milli mín og Guðs, ég fór að bæta fyrir brot mín. Það sem ég gat bætt fyrir, sumt get ég aldrei bætt fyrir. Og allt í einu fór þessi pínu litla von, þetta pínu litla hálmstrá sem ég hafði gripið í. Ég hafði séð einhverja smá von, ég hafði séð ljós í augunum á einhverjum og ég hafði sagt ég vil þetta, ég vil öðlast þetta frelsi, ég vil fá þessa lausn. Svo fór ég að taka eftir því að þetta litla hálmstrá sem ég hafði gripið í var styrk hendi Guðs. Og hér stend ég enn 5 árum seinna og ég hef staðið í ólgusjó, ég hef staðið og hort á ölduhæðina rísa, en ég hef samt átt friðinn innra með mér. Ég hef samt átt þessa von innra með mér, þessa von sem gaf mér lífið, að því ég veit að þessi von sem að frelsaði mig frá dauða, að hún frelsaði mig úr dauðanum enn á ný. Að þegar ég horfi á óttan koma, að þá veit ég að lausnin er til staðar, þá veit ég og ég vona, því að vonin brest oss ekki. Því að fyrir hana er kærleika Guðs úthellt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem á sig gefinn. Þakka fyrir bróðir. Yndislegu bróðir hérna Samuel. Við förum vonandi að heyra meira frá honum hérna. Frábær predikari. Vitið það, systkini, að við lifum í þjóð sem er vonlaus.
Við lifum í þjóð þar sem að myrkri ræður, við lifum í þjóð þar sem að fólk gerir allt til þess að reyna að tilheyra. Það eltir hitt og þetta til að tilheyra og það þráin innra með okkur. Þessi þrá að tilheyra fædd af Guði, að það þetta að því að við vitum innst inni að við tilheyrum einhverju, við tilheyrum Guði, við tilheyrum himnaríki, við erum hluti af stærri heild. Og við erum kölluð til þess að lifa lífi sem í fullri gnægð. Og vonin, hún lifir í okkur af því að það dó einhver fyrir þig. Ég var að skoða internetið daginn og ég fann að það var búið að opna kúrþjónustu á Íslandi. 7.500 kall tíminn. Það getur að fengja einhvern heim til þín og hann horfir með þér á bíómynd eða kúri hjá þér. Og þeir hafa ekki undan. Sama staðið var auðlýst að þjónustuna var auðlýst til starfsfólki. Að það er bara vitlaust að gera. Vitið að fólk vonlaust að núti. Hversu mikið vonleysi í hjartaniðinu ef þú ætlar að borga einhverjum 7.500 kall fyrir að koma og horfa á bíómynd með þér. Þetta er kannski fyndið, en þetta er líka bara grafa alvarlegt. Fólk að taka sitt eigið líf. Fólk er komið gjörsamlega á bjargbrúna, það er búið að missa allt. Og þú með svarið og það kostar ekki neitt. Jú, við letum baukinn ganga þetta á. En nefndu mér ein samtök sem við getum mætt í alla ævi. Sem við getum komið á fund eftir fund eftir fund og aldrei borga krónu annars staðar en í kirkjunni. Nefndu mér ein samtök sem að getur farið í. Vitið það, systkini, að það er blessun að gefa. Og það er æðislegt að fá að taka þátt í því sem Guð er að gera. En hér eru frjáls framlög. Þú gefur þú vilt. Amen. Kúrþjónustan. Allar þessar mótjólaklíkur. Það sem að fólk að leita eftir identityinu sínu, leita eftir í hver það er, að þráir að tilheyra. Veit það, systkini, ég þekki hennar stað, ég hef verið á þessum stað sjálfur, að vera að leita einhverju til að tilheyra því ég vissi ekki hver ég var. Í dag veit ég hver ég er. Ég er Baldur, sonur Guðs. Og ég er Baldur sem að Guð frelsar úr öllum raunum. Veit það, á þessum 5 árum að þá er ég búinn að lenda í ótrúlegum hlutum og ég er búinn að þurfa að horfast í augu við alveg fáránlega hluti. En ég hef alltaf gengið sem sigurvegari frá borðinu og það er bara út af því að ég átti þetta litla mustardskorn, ég átti þessa litlu von, þessa pínu litlu trú. Veit það, það er ekki fyrir það hvað ég er frábær, heldur það að ég átti þessa pínu litlu trú á það að hann sem er allt í öllu bjargi mér aftur eins og hann hefur bjargað mér áður. Og ég vil segja við í dag, þú sem ert hérna inni, þú ert fullur af ótta, þú ert fullur af kvíða. Þú sérð ekki framtíðina fyrir þér. Þú ert alltaf upptekinn af fortíðinni. Ég ætla að segja við þig, gleymdu því sem er baki þér og byrja að seilast eftir því sem er framundan. Þegar Guð þráir að gefa þér frelsi, hann þráir að gefa þér lausn, hann þráir að taka þig frá dýrð til dýrðar. Af því þú ert verðmætur eða verðmætt af því hann elskar þig. Veit að Jesús Kristur, hann kom í heiminn fyrir 2000 árum síðan. Og hann gekk hérna í jörðina og hann labbaði á nokkrum mönnum og sagði, Pétur, fylgdu mér, Jóhannes, fylgdu mér. Og hann baði nokkra menn að fylgja sér. Svo labbaði hann í 3 ár og hann gerði kraftaverk, undur og tákn. Það eina sem okkur datt í hug að gera við hann var að krossfesta hann. Var að negla hann á kross, með útréttan faðminn var hann reistur upp yfir allan heiminn. Og það blæddi úr honum öllum því áður en hann var settur á krossin. Hann var laminn og barinn. Hann var hafður af fífli. Hann var látinn bera nakinn krossin upp. Golgata hæð. Ímyndið ykkur saklaus maður. Hann tók á sig synd heimsins. Til þess að ég og þú getum átt frelsi í dag. Til þess að ég og þú getum átt lausn í dag. Og núna 2000 árum setna er yfir 6 billjónir manna,
Nei, yfir 1 billjón manna, 1/6 af heiminum sem frelsaður, sem á lifandi trú á Jesú Krist. Og við erum alltaf að stækka og stækka. Af því að Jesús sagði ég mun koma aftur og ég mun koma aftur og sækja börnin mín. En í dag hann hér inni til þess að gefa þér frelsi, til þess að þú getur átt lausn. Og mér langar til að fara í sögu lærisveinana þegar lærisveinarnir mér langar að fara hérna í aðra sögu, í Lúkas 7:36. Og mér langar svo að tala þetta hver Jesús hvernig hugsa Jesús og hvernig hugsar hann til þín, hvernig horfir hann á þig og hvernig sér hann mann. Ég meina, einhverjum inni sem alveg fullkominn? Amen. Það yndislegt að það leynist svona fullkomið fólk inn á milli. En veit að systkini, ég hef svo oft mistið í mig, ég hef svo oft fallið, ég hef svo oft gert mistök og verið reistur upp. Og það er það sem fagnaðarerindið það snýst það að reisa fólk. Og það stendur hérna í Lúkas 7:36, farisei nokkur bauð Jesús að éta hjá sér. Og Jesús fór inn í hús fariseans og settist til borðs. Og þarna fariseinn svona, hann var svona meira svona að skoða, hver þessi Jesús og hvað getur hann svona gert fyrir mig og hvernig get ég svona náða að reikna hann aðeins út og var bara svona svolítið að spá í Jesú Kristi. En kona ein í bænum sem var bersyndu var þess vís að hann sat að borði í húsi fariseans og það heyrir kona sem var bersyndu, kona sem var vændiskona, hún heyrir af því að Jesú inn í ykkur húsi hjá ykkur farisea. Og hvað gerir þessi kona? Hún kom þá með alabastusbuðk með smyslum. Og alabastusbuðk, getum við ímyndað ykkur, þetta var notað til þess að, þú veist, það voru engin líkkælar en eitt þannig á þessum tíma og það var mjög heitt þarna. Og alabastusbuðk, það var notað til þess að smyrja lík. Það var notað til þess að það kem ekki vond lykt af líki. Þetta var svona ilmsmyst sem kostuði rosalega mikið. Þetta var rosalega dýr smyst. Sem þýðir það að hún var að koma með bara allt sem hún átti, þessi kona, fram fyrir Drottin. Hún bara tók allt sem hún átti og kemur til hans. Og hún nam staðar að baki honum til fóta hans. Hún nemur staðar fyrir aftan hans og þá fyrir hún að gráta og hún byrjar að væta fæturnar hans með tárunum sínum. Þessi tárin hennar, þessi tár, þessi sorgartár, þessi syndartár, þau lágu niður og hún byrjaði að þvo lappirnar á honum fyrir framan allt fólkið, ímyndið ykkur. Og þegar hún er búin að vera þvo hann með tárunum sínum og þá þurrkar hann með hárinu sínu og ímyndið ykkur stelpur. Takið einhvern mann kærastan og þvoðið lappirnar á honum og hérna svona þurrkiði með hárinu ykkar. Þú veist, hárið á okkur, skilju, þetta er eitthvað sem er bara, þú veist, næstu í heilagt, það ekki? Þú veist, það eða allan rosa tími að blása þetta og alls konar, til að hafa þetta fínt, það ekki? Og kona mín gerir það allavega, hún er yndisleg, með fallegt hár, og þarna bara gjörsamlega gefur hún allt. Hún er ekki að halda neinu eftir. Engu svona, þú veist, ekkert af egóinnar, það er ekkert eftir, það er allt þarna komið fram fyrir fætur Jesú í eitt skipti fyrir öll, þá gaf hún líf sitt Kristi. Og hvað gerist? Þegar fariseinn sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig, væri þetta spámaður, þá myndi hann vita hver og hvílík sú kona sem snertir hann, að hún er bersyndu. Og það stendur þetta að sagði við sjálfan sig, en ég hugsa að hann hafi verið að hugsa þetta. Eða, þú veist, allavega hann ekki sagt þetta upp á, þegar, þú veist, hann hefði ekki viljað að Jesús myndi heyra þetta. Hvað gerir hann? Hann fer strax að hneykslast, hann fer að benda og syndar hann. Þú veist, hvað? Þetta er bersyndu kona. Og fyrir Jesú, þá var syndin skítug. Og syndin mátti aldrei snerta Guð, hún mátti aldrei, sko, það þurfti alltaf að fórna fyrir syndina til þess að hún myndi fara, því að
Það mátti ekki snerta holdsveika, þú máttir ekki koma við neitt óhreint. Og þannig fariseiðinn bara, hann bara skilur ekkert í þessum gyðingi sem bara að snerta þarna einhverja vændiskonu og leyfa henni eitthvað að vera að þvo á sér lappirnar og gráta fyrir framan sig. En Jesús sagði þá við hann: Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Og hvað segir fariseiðinn? Hann svarar honum: segðu það, meistari. Þannig meðan hann, svona, hjartað hans ekki á réttum stað. Hann bara eitthvað, hann talar öðruvísi við hann heldur en hann talar hann. Þannig hann allt í einu orðinn meistari, nýbúinn að segja: þetta ekki einu svona spámaður, hann veit ekki að þetta bara skítug kona sem að gráta fyrir framan hann. Og þá segir Jesús við hann: 2 menn voru skuldugir lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þau hvorugu borgað. En þá gaf hann báðum upp og hvor skildi nú elska hann meira. Og hann spyr fariseiðinn að þessari laufléttu spurningu og vita að Jesús, þegar hann talaði þá talaði hann alltaf bara mjög eins og maður var að tala lítið börn. Og þess vegna skildu fræðimennina ekki, út af því þau voru alltaf að leita eftir einhverju fræðilegu frá honum, en hann sagði bara: himnaríki, börnin eiga að skilja það. Þegar að skilja himnaríki þurfa að vera svo börn. Við þurfum að trúa honum barnslega. Og hann talaði bara í einföldum dæmisögum, hann var aldrei með einhverjar flóknar predikanir sem enginn skildi. En Símon svaraði: sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Og hvað haldið þið? Hvor haldið að hafi elskað lánveitanda meira? Sá sem skuldaði 50 denara eða sá sem skuldaði 500? Jesús sagði við hann: þú ályktaði rétt. Síðan sneri hann sér að konunni og sagði við Símon. Það er svolítið merkilegt hvað Jesús gerir þarna. Hann sneri sér aftur á konunni sem var bersyndu, þessi syndugu kona sem allir vissu að var bersyndu. Hann sneri sér henni og byrjaði að tala við Símon. Og ímyndið ykkur fyrir hennan fræðimann sem að telur gyðingarnir voru svona yfir aðra hafnir og þetta voru svona hefðarmenn, svona hálfgerðir snobbkallar. Og ímyndið að Jesús, hann byrjaði að tala við hann en hann horfir ekki eins og á hann. Hann virðir hann ekki viðlits, svolítið skrítið. Og hann segir: sérðu konu þessa, ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína. Á þessum tíma var hefð að þegar einhver kom sem þú kunni vel við, ímyndið ykkur, hann bara menn, það voru ekkert einhver, Timberland skór og eitthvað svona dót í gangi, það voru bara svona opni skór. Og þetta var, svona sandur úti og kamelkúkur út allt og drullugt. Og þegar þú komst inn í hús einhvers, gyðings, og hann mati einhvers, þá byrjaði hann að láta þið fá vatn til þess að þvo á þér fæturnar. Og það var svona hefð fyrir því. Og þegar Jesús kemur inn, að þá honum ekki tekið þannig. Heldur, þessi farisei meira svona að rannsaka Jesú og hann segir við hann: þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mig koss. Og gyðingar þeir heilsast með kossi. En hún hefur ekki látið af að kissa fætur mínar allt frá því ég kom. Ekki smurðið þú höfuð mitt með olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Ímyndið ykkur, þessi kona, hún gaf allt. Hún hélt engu eftir. Þess vegna segi ég þér að hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana: syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann fyrirgaf henni. Þá tóku þeir sem til borðs sátu með honum að segja með sjálfum sér: hver sá fyrirgefur syndir? Og þeir skildi þetta ekki, út af því að hann var að fara gegn öllu sem hafði verið talað. Lögmálið hafði talað, það var ekki hægt að fyrirgefa syndir nema bara með því að
skera bara kinda eða geiti eða eitthvað á háls og láta blóðið renna. Og þarna var hann bara að brjóta hefðina. Eina ferðin enn var Jesú að brjóta hefðina. Þetta að Jesús, hann kom til að brjóta hefðina. Hann kom til að mölbrjóta hefðina. Og svo tökum við oft upp og förum að byggja þessi hefðarhús aftur. Og Jesús kemur og hann mölvaður niður. Því að Jesús ekki eitthvað sem hægt að byggja eitthvað utanum. Hann ekki eitthvað sem hægt að stjórna. Heldur hann frelsarinn þinn og hann tilbúinn til að taka þig í dag og leysa þig og gefa þig frelsi og leyfa þér að upplifa hvað það að vera frjáls af því hann elskar þig. Af því hann vil gefa þér allt aftur og miklu meira. Og hann fer ekki manngreinar álit. Og hann horfir ekki á þau og segir, nei, þú ert of mikill syndari, eða nei, þú ert brotið of mikið að þér. Þessi kona var bersyndug. Og hann leysti hana fyrir framan farisegana og hann braut lögmálið. Og hann braut allt við það systkini, ég var í kirkju og fyrir mörgum árum síðan. Og ég var búin að vera þær í ár og mér var sagt að ég get ekki lengur. Ég get ekki vaxið meira fyrir ég myndi kaupa mig jakkaföt. En bara, nú var bara komið að því að ég erti bara að fara að helga mig. Nú veit það systkini. Það er allt gott að blessa að vera í jakkafötum ef mann líður vel í jakkafötum. Ég ekki að tala illa í jakkaföt. Ég myndi alveg kannski meika að fara í dag og hann eldri og svona. En ég veit að ég fór út í kirkjunu og ég kom ekki aftur í 8 ár. Ég endaði í fangelsi. Það ég fann mig aldrei velkomin eftir þetta. Ég fann mig aldrei velkomin. Við systkini, við berum ábyrgð á hvert öðru. Við berum ábyrgð á að ég elska hvert annað. Við berum ábyrgð. Af hverju, ég er búin að standa í 5 ár og segja elska til lífs, elska til lífs, elska til lífs. Af því ég veit hvernig það er að liggja þarna í götunni. Alblóðugur og það er enginn til að reisa þau upp. Ég veit hvernig það er að liggja framfyrir því að lífið sé gjörsamlega búið og þú átt enga von og það er enginn til að reisa mig upp. Og svo fann ég þessa litlu von, þetta litla mustaskorn. Ég fann þessa litlu trú innan með mér og Guð notaði það alltaf að reisa mig upp á hana stórkostlega hátt. Í dag á ég yndislega konu sem situr inn í salnum. Ég á 2 yndislega drengi sem eru 2 og 3 ára gamlir og ég er í góðri vinnu og ég er í fullu háskólanámi sem ég gæti nú ekki gert nema því að það er svo yndislega konu og allt þetta hefur Guð gefið mér. Ég geti staðið í allan dag og sagt ykkur vitnisburð hvernig Guð hefur búin að blessa mig og taka mig. Ég geti líka staðið í allan dag og segja ykkur frá öllum raununum sem ég er búin að horfast í augu við. Það var ekkert létt að horfa eftir litlu systur minni og hún í gröfina á síðasta ári. Að sérstaklega í ljósi þess að ég man ég fekk símtalið og ég var í Smáralindinni og ég var að velja kross í fermingagjöf handa son vina minns og hérna var hann í skarkrispabúði. Ég fekk símtalið og það var lögreglan og lögreglan sagði að mér komdu hérna hendi móðinnar og ég sagði geti ekki bara ég held að lögga var að hringja mig og láta mig sækja mömmu ykkur og ég sagði herri geti ekki bara sótt hann á morgun og þessu þetta er ekki út af mömmuðinni. Ég sagði nú hvað þú verður að koma hérna strax og ég þá strax áttaði mig á því það var eitthvað alveg skeið og ég held að einhver ég vissi strax að það var eitthvað dáinn þegar ég þurfti að koma og þeir þurfti að tala við mig. Og ég man þegar ég keyrði úr Smáralindinni og heim inn í hindi mömmu inn í Kórahverfi. Þetta er svona 5 mínútna keyrsla að leið eins og heill dagur. Og ég man ég stóð bílinn gjörsamlega alla leiðandi upp yfir og þegar ég kom hann inn og ég fekk fréttirnar að systir mín var látin, hún hafði látist af völdum fíkniefna. Að það var eins og hjartað hefði verið rifið úr mér og ég fann stingandi sársauka sem ég hef aldrei fundið áður á ævinni og mér fannst ég hafa brugðist, mér fannst ég hafa ekki verið til staðar og ég horfði upp í himinn og ég sagði Guð, hvað með þú veist, í 3 ár eða 4 ár er ég búin að gefa líf til að berjast við þennan djöful, hennan fíkniefna djöful sem er búin að ræna svo miklu frá mér og svo bankar hann upp á heima hjá mér og ég skildi ekki hvað var að gerast. Og við fórum á og reyndum að biðja fyrir henni og við reyndum að reisa hann upp frá dauðum og hún vaknaði ekki. Og ég horfði upp í himininn og ég skildi ekki hvað var að gerast. Ég skildi ekki Drottinn hver er tilgangurinn með þessu öllu saman. Og ég man og ég ætlaði að kála gaurunum sem að gá henni þessi eiturlyf.
gömlu félagar minni komu heim til mín og þeir voru búin að kaupa einhverja menni að ganga frá þessum strák. Ég fór út morguninn að skokka og ég var að skokka og ég upplifði bara að litla systir mín var að hlaupa á hliðina á mér og hún sagði bara mig Baldur og ég sagði já, hvernig viltu minnast mín? Og ég brotnaði gjörsamlega niður og grét og ég vissi strax hvað hún var að meina. Vildi ég minnast hennar með því að úthella blóði eða vildi ég minnast hennar eins og hún var? Og ég afturkallaði það sem átti að gera á hennar strák og ég hélt áfram að lyfta upp nafni Drottins. Svo kom svarið mitt þegar ég var heima niðurbrotinn, gjörsamlega, algjörlega, hálfu maður, ekki einu sinni það. Og ég var að spurja Karitas að því hvað var eiginlega málið með þetta allt saman, var ennþá að velta þessu fyrir mér, hvernig þetta gat gerst. Þrátt fyrir allt sem ég var búin að leggja á mig, þrátt fyrir allt sem ég var búin að gefa. Ég var í 3 ári sjálfboðavinnu að vinna eingöngu fyrir Drottin. Ég lifði gjörsamlega trú á engu öðru. Hún sagði mér, Baldur, hvar var litla systir þín ef þú hefðir ekki farið þessa leið? Og þá hitti það mig, að þá kom það í hjarta mitt, þessi opinberun það hvar hún að hún situr á himnum. Af því hún á þetta frelsi, af því það var ég sem leiddi hana til Jesú Krist. Það var ég sem gaf henni þessa von, það var ég sem fekk að reisa hana upp og gefa henni þessa von og hún átti þess að trúa á Jesú Krist, sem þýðir það að hún situr á himnum í dag. Þú veist ekki hvað lífið þitt endar, þú veist ekki hvar þú verður eftir viku, mánuð eða ár. Þú veist ekki hvort að þetta sé tækifæri, þú veist ekki hvort að þetta sé síðasta tækifæri þitt til þess að segja já við hann, til þess að eignast þessa lausn, til þess að eignast þetta frelsi á Jesú Krist sem gefur lausn og frelsi. Og ég þess fullviss í dag hvar systir mín og hún situr á himnum og ég hef eftir að hitta hann aftur þar og ég hef þess að fullvissu í hjartanum mínu sem hefur hjálpað mér að takast á við þetta allt saman. Þetta að Jesú Kristur að fara að snerta landið okkar. Hann að fara að koma með einhver alveg nýja smurningu yfir landið okkar. Hann ætlar að gjörsamlega eyða þessum kvíða, þessum myrkri og þessum ótta sem grúfir á landinu okkar. Og þetta bara að fara að gerast og lausnin til staðar. En í dag, fyrir þig sem enn týndur, fyrir þig sem átt ekki trún á Jesú Krist, fyrir þig sem ert að efast það sem ég að segja, fyrir þig sem hjarta í þér að taka kipp núna, fyrir þig sem átt kvíða og ótta af einn, fyrir þig sem ert svo bundinn að þegar þú labbar, þá finnur þú bara þyngdina ofan á þér. Þú ert erfitt með að stíga fram úr á mótnana, þú ert erfitt með að horfast í augu við lífið. Fyrir þig sem átt ekki frelsi, ég með lausn í dag og lausnin í Jesús Kristur og hann hér í dag til þess að gefa þér frelsi, ekki út af neinu öðru en að því að þú ert dýrverði giftur, að því að þú ert verðmætur eða verðmætt, að því að þú átt lausn, að því að þú átt þetta skilið. Skulum lúta höfðu systkini. Faðir minn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag og ég biðji heilagur andi að koma yfir salinn og fylla salinn af von og gefa von og frelsi og ég biðji þig að koma heilagur andi og sannfæra synd, réttlæti og dóm. Ég bið að koma samfara synd, réttlæti og dóm. Því það er þú sem samfærir. Þú sem ert hér í dag og þú átt ekki Jesú Krist í hjartaninu, skulum lúta höfði. Þú sem ert hér í dag og átt ekki Jesú Krist í hjartaninu, lyftu hendinni þín upp núna. Leið mér að sjá hendina þín á lofti. Leið mér að sjá hendina þín á lofti. Þú sem átt ekki frelsið, þú sem átt ekki þessa lausn, sem átt ekki þess að von í hjartanu sem ég er búin að vera að tala Leðu mér að sjá hendina hann á lofti núna. Skulum lúta höfðu systkini, ekki vera að kíkja í kringum ykkur. Ég sé hendur á lofti, ein af öðrum, koma hendur upp. Halleluja, mér langar til þess að sjá, haldiðu höndunum uppi, ekki vera að horfa í kringum ykkur systkini. Þú sem átt ekki Jesú Krist, eða vilt endurnýja heitinu við Jesú Krist. Þú sem lifir í kvíða og ótta. Statt á fætur núna. Það er hendur á lofti, standið á fætur. Komið fram, því að í dag er lausna dagur, í dag er dagur frelsis. Komið þetta fram, við getum fengið samkomið þjónuna til að leiða þetta fólk hérna fram. Í dag er lausn fyrir þig. Jesús Kristur er hér fyrir þig í dag til að gefa þig frelsi. Og þú er að tala til þín sem hjarta í þér að berjast í brjóstinu á þér. Og þú finnur bara svona svo þyngd sem er búin að koma ofan á þig. Og þú finnur eins og þú er erfitt með andadrátt, statt á fætur og komdu fram. Jésús Kristur er hér til að gefa þér frelsi, til
til að gefa þér lausn, til að gefa þér lækningu, til að gefa þér það sem að hjarta þér þráir. Halleluja, Faðir. Elsku Jesús, ég þakka þér fyrir lausnina og ég þakka þér fyrir lækninguna. Ég þakka þér fyrir að himnarnir eru opnir hérna núna og ég finn bara að hér inni er fólk. Og þú veist ég er að tala til þín. Statt á fætur og komdu fram. Í dag er dagur lausna fyrir þig. Í dag er dagur frelsis fyrir þig. Í dag vil Jesús Kristur gefa þér frelsi. Frelsi frá fortíðinni og leyfa þér að sjá. Veit að Guð hefur sett draum í hjarta þitt. Og þessi draumur, eða þessi þrá, er eitthvað sem Guð vill að þú hlaupi með. Því að Guð er að leita fólki eins og Maríu sem að kom fram fyrir fætur hans og gaf honum allt. Með tárum sínum grét hún fyrir framan hann. Hún grét og sagði ég vill losna, ég vill frelsi. Þess að Guð er að leita af þessu fólki. Guð er að leita af þessu fólki sem vill gefa honum allt. Vill gefa honum allt og þú munt öðlast allt í stað. Af því hann elskaði þig. Að þú dýru verði keypt. Himneski Faðir, þú ert hér í dag. Og ég þakka þér fyrir lausnina Drottinn. Ég þakka þér fyrir frelsið, Faðir. Halleluja, Jesús. Drottinn minn og Guð, við biðjum lausn og lækningu, Drottinn. Lausn og lækningu, Jesús minn. Lausn og lækningu. Og heilagur Andi, ég bið að koma með þunga hérna yfir núna. Með þunga og frelsi, Drottinn. Ég bið að koma með svo mikið af anda þínu, Drottinn. Heilagur Andi, fylltu hana stað. Í Jesú nafni. Veit að það er þvílík lækningasmörningin inn. Ég finn bara að Guð lækna fólkinn í kvöld. Ef þú átt með eitthvað meiðsli líkamanum þínum og ég finn að ég reyni að fólk með skerta hreyfigetu, skerta hreyfigetu og það er erfitt með að þú er átt erfitt með að beygja, þú getur ekki til dæmis bara beygt þig svona fram á þess að fyllast að sársauka. Hér reyni fólk líka sem með skerta hreyfigetu í öxlinni. Veit að Guð ætlar að lækna það kvöld, ekki fara neitt. Sem að byrja á að biðja fyrir þeim sem er að taka móti Jesú Kristi. En ég finn bara þvílíka smörningu hérna. Er einhvern veginn sem hefur séð Guð lækna eitthvað? Veit að hefur séð Guð lækna ótrúlegustu hluti hérna inni og séð bara hvar er konan sem læknaðist af astmanum hérna? Er hún hérna inni í kvöld eða? Amen. Ef þú ert hérna inni og þú þekkir ekki Jesú Krist, ef þú ert hérna inni og þú veist ekki hver frelsarinn er eða þið vantar lausn, það var síðasti séns að standa upp og koma fram núna. Síðasti séns. Amen. Við skulum lúta það, við skulum biðja saman. Við skulum segja, elsku Jesús, ég kem fram fyrir því í dag sem syndari og ég þrái lausn. Ég bið það að fyrirgefa mér fyrir allt sem ég hef gert rangt. Ég bið lausn. Frelsaðu mig. Ég vil gefa þér allt í dag. Í Jesú nafni er ég nú þitt barn.